Ég heiti Guðjón Ari og þið eruð að hlusta á Tveir fellar. Góðan og blessan daginn og verið velkomin í þáttinn Tveir fellar. Með mér, ég heiti Einar Ingi og með mér er Óli Þorbjörn. Og gestur okkur í dag er Guðjón Ari Lógason. Góðan daginn. Blessaður, góðan daginn. Góðan daginn, Lói. Gaman að sjá ykkur. Sumleiðis, ert þú ekki með svona fyrirlestra? Jú, ég er búin að vera með fyrirlestra síðan í september. Byrjaði í Breiðholtsskóla. Útskrifaðist þess úr Versló fyrir ári. Sem, dúks, hæstu meðalengunina. Og langaði bara að svona gefa tilbaka eða miðla þeirri reynslu sem ég hef unnið inn bæði námi og öðru eins og körfubolta og kalla þetta námsráða og hvatningar fyrirlestra og þeir fjalla margir gætu haldið að þetta væri bara bara hvernig á að læra en þetta er með andlegu ívafi af því að ég held að pæla ekki margir í andlega þættinum í námi sjálfstraust, jákvæðni, þakklæti bara viðhorf, þrautseigja, þolinmæði, áhugi, markmið það er bara alveg eins og íþróttum ég er í körfubolta búin að vera síðustu 8 ára eða 9 og þetta skiptir allt máli þar alveg eins og í náminu þannig að og ég er búin að halda fyrirlestur fyrir hátt í það bil 600 nemendur í úlingadeildum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu hingað til og svo var ég að fara í fyrirlestra hringferð og bókarkynningar í ágúst áður en háskólinn byrjar hjá mér sem byrjar í september þannig að þetta er eiginlega það skemmtilegasta sem ég geri í dag að halda fyrirlestra og skrifa bókina sem ég er búinn að vera að gera búinn að skilja handritinu hvað er bókin aftur? Er hún bara saman fyrirlestunni? Já, þetta er námsráða og hvatningar bók með andlegu ívafi og heitir Náðu árangri í námi og lífi og þar fjallaði líka þessa þætti sem ég nefndi áðan og svo bara að elska sjálfan sig að lifa svona bara heilbrigðu lífi, verið í jafnvægi og bara lokakablinn eins og í fyrirlesturnum þá segi ég þó við vitum það flest að svona held ég að ekki nóg margir gerir sér grein fyrir að við eigum bara eitt líf en samt reynu 2 það fyrra er áður en við föttum almennilega að við eigum eitt líf og það seinna er eftir það þannig að ég held að maður dóldu viðhorfinu og lifnaðarháttunum þegar maður áttur sá bara að maður spilar hann leik bara einu sinni, það er ekkert eitthvað rematch eða hægt að lifna við skilur eins og í tölvunleikjunum eða íþróttum og ég vil bara ekki líkunar á þeirra lífi eru 1/3 trilljón, billjón, skriljón, dilljón tökum sem dæmi bara ef Ísland hefði verið fundið 100 árum fyrr eða 100 árum seinna landnám hefði átt sér stað, þá væri við ekki að tala saman. Ef World Class væri ekki til, þá væri ég ekki til. Mamma minn og pappi, mamma vann þar og pappi var gestur þar og svo bauð hann einhvern tímann í bíó og ef bíó væri ekki til, þá væri ekki til. Þannig, þetta er bara gjöf, þetta er bara lottóvinningur og ég vil ekki sónum og horfa tilbaka á ellilífeyrinn og sjá eftir bara iðrast þess sem ég gerði ekki ég heldur sjáum frekar eftir því sem við gerðum ekki tækifærunum sem við nýtum og nýttum ekki En hvenær áttu eru á því að það er bara eitt líf? Í 10. bekk þá upplifði ég ég var bara þunglindur í einhverjar vikur 2 mánuði kannski og ég setti mikla pressu á mig bæði í náminu og körfuboltanum neikvæða pressu það er hægt að setja jákvæða og neikvæða pressu ég var bara svona fullkomnunar
áráttu sinni og að upplægi í rauninni og þú veist, hún fullkomna áráttan getur hjálpað en bara ef maður nær að hagnýta sér hana en hún getur líka tekið yfir bara og það getur verið frekar slæmt eins og í 10. bekk mér langaði að vera bestur í körfuboltanum á landinu bara, ég var búinn að vera mikilvægasti leikmaðurinn í 7. bekk og 8. bekk í mínu liði og komst í 30 manna landsliðsúrstak í U15 en svo ég var dálítið seinþroska og það bitnaði á mér og eina af ástæðunum fyrir því þó ég ætla ekki að nota það til að afsaka mig alveg að ég hafði ekki náð í landsliði sjálft en það hafði áhrif og þjálfararnir sögðu það og eitthvað og var mörg dæmi líka bara leikmenn sem eru seinþroska og ná hérna sínum toppi síðar en aðrir og ná jafnvel lengra en þeir sem voru á undan þeim og í náminu ætlaði ég bara að fá 10 öllu til að geta valið bara menntaskóla en ég fekk að í öllu, mér gekk svo sem vel í náminu en ég lagði allt og mikið á mig og alltaf mikla pressu og þetta bara, þú veist, fór að hafa áhyggjur og draga sjálf mig niður neikvæðni og leitist bara út í andlegan vítarhing sem ég óska engum að vera í og já, í 10. bekk svo í svari spurningunni þinni, þetta var aðdragandinn þá var ég knattspyrnu vali í Árbæjarskóla og Kjartan Stefánsson sem hann hefur þjálfað mig í fótbolta kennt mér, ég hef unnið með honum ég var að vinna í Árbæjarskóla í vetur og hann hefur verið og já, bara svona besti vinur minn sonur hans og hann sagði í bóklegum knattspyrnutíma í tengslu við eitthvað fyrirlestur hann sagði bara einfallega þú veist, strákar það nú bara einu sinni þannig að við eigum bara eitt líf og á þessum tíma þegar ég var svona langt niðri og ég var bara stundum var ég bara að hugsa skilur hvernig var ég bara ef ég færi skilur en þá bara já, þá sá ég bara í skýrara ljósi hversu fáranlegt það var að eyða orkunni og tímanum þessum dýrmæta tíma í það að draga sjálfsög niður vera neikvæður, horfa á dimmurhliðanar í stað þess að sjá allt sem maður hefur og getur verið þakkláttur fyrir horfa á björtuhliðanar eins og Sverrir Stormskir sagði í einhverju lagi þú veist það alveg einhver fátækt í Íslandi en við flest höfum það mjög gott bara hreint vatn menntun skóla skylda ég segi að þetta sé ekki skylda þetta forréttindi svo bara þakkur höfuð og föt skiljið þú veist og tækifæri og upp frá þessu þá maður þarf stundum bara að fara á okkur bónt til að geta spyrt sér og upp frá þessu hefur lífið verið svona mestmegnis uppbúið en aftur í vetur þá upplýðið þunglindi jafnvel verra en þá sko í 10. bekk þá var ég hér en ég vildi vera hér en núna í vetur þá var ég þar sem ég vildi vera en ég var sérstætt búin að vera að stefna að því að fara til Bandaríkjanna í nám og spila körfubolta í háskólanum og í nóvember sko mér hafði aldrei liðið betur í september núna ég grét úr þakklæti ég var að halda fyrirlesturna, ég var búin að ná markmiðinu að dúksa ég var komin meistaraflokk í Fjölni í körfubolta sem var búið að vera markmið lengi vel og mér fannst bara eins og allt var að klikka en svo fór ég bara klesti ég dundraði veg þegar ég fór að efast þetta markmið, þessa stefnu að fara til Bandaríkjanna, vil ég þetta virkilega vil ég ekki bara vera heima þú veist, ég var búin að vera svona bara í 8 ár og svo þegar ég fer allt í einu að skipta stefnu þá bara líður mér eins og báðum fótum sem kippt undan og þá var ég hér en samt ég fór bara að efast allt áhyggjur, svaf fáranlega lítið og illa sem hafði áhrif á bara allt var erfiðara, ég var neikvæðari ég fór að draga sjálf mig niður aftur ég fjall bara í sömu grifju nema á öðrum stað skilji allt öðrum stað, hinum megin bara á rófinu sko og það var bara allt einhvern veginn á yfirsnúningi ég var í vinnunni og mér fannst allt gífurlega erfitt af því ég var á svo slæmum stað en þetta var sérst í desember og janúar en í febrúar þá byrjaði ég að batna
eða byrjaði mér að batna og ég held fyrirlestur í nóvember og svo aftur bara í febrúar, hefði átt að halda eitthvað aðan á milli, en ég bara treysti mér ekki til þess. Ég kveið fyrir í stundum að vekjaraklukkan hringdi skiljið og málið var bara að ég svona byrjaði bara aftur að halda áfram að stefna að markmiðinu Bandaríkin, en var alveg sáttur við að þú veist sleppa því í haust. Það alveg ennþá opið, en svo kom COVID og ef ég hefði verið að fara núna þá væri ég ekkert að fara strax på þetta og þá væri ég örugglega ekki að gefa út bókina og bara hitt og þetta. Þannig að eftir á hyggja þá var svo ákvörðun að fresta því að fara til Bandaríkina frekar góð og stundum tekur lífið einhvern veginn við, held ég bara, þú veist, maður ætlar að gera eitthvað en lífið, þetta er aldrei eitthvað, já, þetta verður svona og það rætist bara, þú veist. Stundum tekur eitthvað annað við en þú sjálfur, held ég, og ég held að það hafi gerst sanna og COVID sko, eins hræðilegt það er allt. Ég þekki fólk sem hefur mist nána ættingja og þetta er bara hræðilegt skiljið, margar þúsundir búin að deyja og búin að riðla öllu lífi á jörðinni, en þannig svona sloknaði á öllu eiginlega og ég svona, þú veist, þurfti ekki að mæta körfuboltaæfingar. Ég var orðinn mjög þreyttur á körfuboltanum og ég þurfti ekki að mæta í vinnuna nema annan hvern dag, þannig að þá náði ég að sofa nóg og þá þetta fór allt svona að rúlla aftur og varð ég aftur í rauninni. Ég var sko, ég veit ekki hversu mörgum klukkutímum ég eyddi í það að bara væla í foreldrum mínum og hinum og þessum og hversu mörgum klukkutímum ég eyddi í það að reyna að mana mig í það að segja þjálfaranum að ég væri hættur í körfubolta, en ég sé svona ekkert eftir ég að hafa ekki hætt og ég ætla að halda áfram. Ég var 1 ár eftir í yngri flokkum. Þannig að ein spurning 10 mínútna svaraði eitthvað, en Já, það er alltaf góður sko. já, en hérna það er fínt. þetta sko, þú veist, við eigum bara eitt líf og það meikar engan sens að vera vanþakklátur, neikvæður. Við fáum bara okkur, þú veist, ég get ekki skipt um neitt, ég get ekki skipt um lífið eitthvað, þannig að þú veist, gerum bara það besta sem við getum gert og nýtum alla hæfileikana, því að við höfum öll eitthvað fram að færa. Við erum ekki góð í öllu, en það eru allir góðir í einhverju, fatið? Já. Þetta er, mér finnst það mjög áhvert að svona segja allana. Já. Ég bjóst ekki við því að myndir opnaði svona. Ég ekkert enn, já. Ég skilji, þú veist, ég geri það meira í bókinni meira sér og hérna, það er líka bara staðnind að strákar eru mjög lokaðir, náttúrulega lokaðir enn stelpur, þó að stelpur séu líka lokaðir, held ég. Já. Þú veist, andlegir erfiðleikar, við erum öll að díla við eitthvað sko, ef eitthvað segir að það sé með allt á hreinu þá er hann að ljúga sko, og þú veist, ég er ekki að segja sem allt á hreinu, en það er fólk að segja við mig, skilur, já, bara með allt á hreinu eitthvað, þú veist, ég er ekki með allt á hreinu, en ég held að því meira sem maður fokkar upp eða gerir mistök, því nær kemst maður því að vera með allt á hreinu, eða þú veist, mistök eru forsenda árangurssýrunni, þú veist, og alveg eins og í skóla, skiljið, maður gerir mistök og prófum, maður man miklu meira eftir þeim heldur en dægunum sem maður gerir rétt, skiljið. Þegar maður fær 9-5 á prófi, þá man maður eftir 2 ára seinna, þá man maður eftir villunni en ekki því sem maður gerir rétt. Og í lífinu, skiljið, maður gerir alltaf mistök og þau eru til þess að læra af, þá veit maður hvað maður á ekki að gera og þá kemst maður nær því sem maður á að gera, fattiði. Alveg eins og, ég man ekki, eitthvað Thomas Edison eða eitthvað sem fann upp ljósaperuna, ef ég man rétt, þú veist, ljósaperan var uppfinning númer eitthvað mjög hátala hjá honum og þú veist, ef hann hefði bara hætt þá fattiði. Já. En hvað ætlar að fara að læra í Bandaríkjunum eða hefur farið? Ég var alltaf að pæla í hagfræði eða sálfræði. Ég var á hagfræði sviði viðskiptabrautar í Versló sko,
en svo eftir að ég byrjaði að halda þessa fyrirlestra og skrifa bókina þá ég hef alltaf haft áhuga á sálfræði og verið að lesa bækur svona sjálfsmenntunar eða sjálfshjálpar eða hvað maður á að kalla þetta, sjálfseflingarbækur. Já. Og sálfræðin tengist því náttúrulega og mér langar líka að stækka bara sem svona fyrirlesari og svona já, fyrirmyndir eins og Beggi Ólafs og Pálmar Ragnars og Nökku Fjalar og Ásdís Hjálms og hinn eru þessir sko, og mér langar bara að nota sálfræðina í það og svo get ég, sálfræði er mjög breiður grunnur. BS í sálfræði getur farið í viðskiptafræði eftir það, master getur farið í hitt og þetta sko, þannig að, og ég er ekki bara endilega farið í sálfræði til að vera þessi típiski á stofu sko, þó að ég hafa alveg áhuga líka á því, en þannig að sálfræðin er svona tvinnar margt saman og segja margir sálfræði, hagfræði, það er eins og epli og appelsína, en hagfræði byggir á ákvörðunum og hegðun fólks og við það fæst sálfræðin, þannig að þetta tengist til eitthvað sem heitir atferlis hagfræði líka, og svo ætla ég að taka hagfræði áfanga í vali, þannig að, en já, sálfræði. Og þú ætlar, hvenær planar að fara að læra sálfræði? Núna í september í HÍ byrja, já, okay. Þannig að byrja aftur í haust að læra eftir allspásu. Já, og hlakkar ekki bara til það? Jó, það gaman að komast aftur í hérna skóla og fleiri jafnaldrar, þó sem mjög gaman að vinna í vetur. Ég var sérstætt í gamla grunnskólanum að hjálpa til við starffræðikennslu í úlingadeild og maður lærið margt af því og úlingar er alveg meistara sko, stutt á myndlið, 04, 05, 06 og ég 00, þannig að þetta var ekkert eins og vinna, maður leiði bara eins og maður væri aftur komin í úlingadeildina sko, en þannig að það var bara gaman og að vera gaman að fara í háskóla eftir, eða skóla. Já, við vorum með að tala við, það er endur eftir að birta þáttinn sem heitir með Friðrik. Já. Og hann á svona fyrirtæki sem er að auglýsa hérna fyrirtæki sem eru með hérna svona orku. Já. Það er einmitt, hann var einmitt fyrir sálfræði og hagfræði og blanda þessu saman í branding, skiljur. Þú veist, þetta er basically sálfræði bara. Já, sálfræði er bara allstaðar sko, sálfræði fæst bara við hugsun, hegðun og tilfinningar mannsins sko, og allt byggir á því í okkar samfélagi, þannig að til endalist á greinum skilji réttar sálfræði, það tengist lögfræðinni, atferlis eða bara hagfræðin tengist sálfræðinni bara beint, þó margir haldið ekki, viðskipta sálfræði, samninga, eitthvað bara name it sko, þannig að það er svona meðal annars líka að þetta er svo fjölbreytt víðfeðm grein eins og maður segir. Það er svona líka langar með að taka hana sko, en aðalástæðan er bara að ég hef svo mikið áhuga á líðan og ég hef verið hérna lengst niður og ég hef líka verið efst uppi sko, kannski ekki lengst niður og efst uppi, en ég er ekki manískur eða þannig, en stundum er ég bara high on life skiljiði, en ég hef líka verið bara hata lífið eins leiðilegt að vera að segja, og ég er alveg á ekkert að vera á þeim stað með það sem maður hefur með aðra skiljiði, en ég er í svo í rís, þannig að já, eins og þú segir sko, sálfræðin er allstaðar sko. Já. En þið, í hverju eru þið að pæla? Vitið það? Ég veit það ekki sko, ég er ennþá verið nákvæðar svo. Já, kemur ljós. Ég er alltaf í viðskiptafræði, þannig ég er framhaldsskóla, þannig ég sé bara til það sko. Gekja. Ekkert stress. Nei. Það er ekkert. En hvað veist þér eins og þú talaður ég held ekki alltaf mikið svona líka í samfélaginu einhvern veginn með, stereotypuna á karlmanni, skilur, sem á ekki að hvað heitir það, svona taka nýtt inn á sig að vera svona er þetta þú hefur opnað þig þetta áður eða það? Já, í fyrirlesturinn sko. Bara í fyrirlesturinn? Já, þá talaði tíundabekkin og hef svo sem ekki verið að tala veturinn núna eða þess að tímabilið. Okay. En ég gera það í bókinni og núna, þannig að já, ég veit ekki hvað þetta er, það fyrir eitthvað styrkleiki að opna sig sko. Já. Og veikleiki að opna sig ekki sko. Ég held að það þurfa að vera mindsetið
af því að ef þú byrgir þetta inni þá brýst þetta út annar staðar skilji. Ég er ekkert að alhæfa, bara heimilisofbeldi, glæpir, eitthvað bara skilji, maður leiðist út í rugl, maður verður að þú veist horfast í augu við og takast á við tilfinningarna sínar, af því að það er eðlið þeirra held ég að brjótast út, og ef maður það er auðveldast að takast bara á við þeir og leyfa þeim að koma, og þá fara þeir út bara leið þannig. En ef maður byrgir inni og er í afneitun, þá þú veist, tekur maður ekki eftir í hvað fara út fattið. Þannig að, og líka bara eins og þannig að veit ég hvað Instagram karlmennskan er. Já. Veist, bara mjög flott sko, og góð vitundarvakning, og bara shoutout á hvað heitir hann eftir, mann það ekki, bara karlmennskan sko, en þú veist ég þetta er bara líka þetta er bara viðteknar venjur og svona uppeldi held ég, bara harka þetta af þér og ekkert vera að væla, og þú veist, maður á ekkert að vera eitthvað væli kjói skilji, en ef mann líður ekki illa þá gott að tala um það hvað segir ég? Gott að tala um það ef maður líður illa. Já, nákvæmlega, þú veist, maður verður að tala um það og opna sig, þú veist, maður getur talað við fjölskylduna eða vini eða fara til sálfræðing skilji, og þetta á að vera eins sko, ég hef samt skilji, ég fór til sálfræðings í vetur, en ég sagði honum samt ekki allt sko, og ég þó að ég hafi verið svona andsnúin sjálfur, andsnúin því eða mótfallin því að fara til sálfræðings, þá á það að vera jafn eðlilegt og að fara til tannlæknis eða skiljiði, þú veist, þetta er bara, það á ekki að vera skömmustulegt að þurfa að glíma við andlega þætti sko. Nei. En hvernig heldur að samfélagi verði í framtíðinni, svona kannski 10-20 ár? Já, allavega eins og þróunin er núna, þá held ég að þetta verði, ég held ég getum horft björtum augum fram á þetta sko, miðað við það sem er að gerast, og bara einstaklingar þekktir og áhrifa ríkir einstaklingar sem eru að tala um þetta, eins og karlmennskan og fleiri bara, og ég held að fólk muni bara sjá, þú veist, og mér langar að taka þátt í því að bara gera það eðlilegt að opna sig tilfinningar og þú veist, glíma við það að líða illa með því að opna sig og tala við aðra það, þú veist, eins og Björgvin Páll Gústafsson skilur, hann er, maður finnur varla svona meiri stereotypu af karlmanni á yfirborðinu, fattu, hann er grótarur markmaður í handbolta, svo er hann, þú veist, búin að skrifa bók um andlega erfiðleika og opna sig, og hann var að tala um að þeir í landsliðinu væri bara að tala um, þú veist, erfiðleikin í klefanum, fattu, það er fáránlega flott, skiljið, en ég held að þetta sé að bæta sko, og eftir 10 ár verði þetta allavega komið nær því að vera eðlilegt, og náttúrulega draumurinn bara að þetta sé orðið eðlilegt þá. Já, það hljómar eins og frábær framtíð einhvern veginn. Já, ég sammála því sko, þú veist, maður á ekki að þurfa að fela sig sko. Nei. En þú mikið í körfu það ekki alveg? Jú, ég er búin að vera sko, ég byrjaði 11 ára, horfði á mynd, sko ástæðan fyrir ég er að gera allt sem ég er að gera í dag er þetta markmið Bandaríkin, og ástæðan fyrir því er myndin Glory Road sem er dálítið viðandi í dag líka, fjallar háskólalið í Bandaríkjunum 1966, og þjálfari sem heitir Don Haskins færi til sín blökkumenn í liðið, og í úrslitaleiknum þeir komast alla leið í úrslit þrátt fyrir, þú veist, mikla gagnrýni af því það voru of margir svartir í liðinu, og í úrslitaleiknum spilaði hann bara á þeim, engir hvítir, þeir voru bara á bekknum og þeir unnu, og það, þú veist,
það var alltaf eitthvað hvítir eru klárari leikmenn eitthvað rugl skilji og núna er það sjá bara NBA Já. og það bara sannaði enn og aftur að við erum öll jöfn sko og ég meina svartir eru með fleiri hraða vöðvaþræði þannig að þeir eru meiri íþróttamenn við en sú mynd gerði það verkum að ég fjall bara fyrir körfubolta og körfubolta var númer 1, 2 og 3 á tímabili í lífinu mínu ég fórnaði afmælum bestu vina minna til að fara æfingu bara í 7. bekk eða eitthvað og já en já ég var svo sett búin að vera í körfubolta í Fjölni í Grá í 8-9 ár núna var í hana einhver úrtæki yfir 15 og búin að vinna einhver verðlaun mestu framfærir og mikilvægasti leikmaður og eitthvað svo var ég í meistaraflokki í vetur en svo er líka bara félagskapurinn eins og í öllu öðru sko og það er svo mikilvægt í lífinu að mynda tengslanett sko en já ég er búin að vera og körfubolti er ennþá mjög skemmtileg sko og ég ætla að halda áfram í vetur. Já, myndirðu segja hann hjálpa þér eitthvað í náminu? Já, algjörlega. Það sko ég tala jafnvægi í námi sko, ef ég hefði bara verið að læra og ekki verið í neinu öðru þá hefði ég örugglega aldrei dugsað og tilgangurinn hefði snúist upp í andstæðu sína sko og hefði bara komið niður á mér í náminu og líka ef ég hefði því ekkert annað til þess að falla af eða annað til þess að hverfa af þá væri það dálítið skellur ef ég hefði ekki náð þessu markmiði körfuboltinn var útrás og bara að dreifa hugunum ég var líka að vinna í Sambíunum Álabakka og líka eitthvað að kenna einhver tíma og ég var á þeim tíma í sambandi og var að hitta vinn helgar nýtti bara tíman vel sem mér gafst sérstaklega á laugardögum og sunnudögum ef ég var ekki að keppa eða eitthvað þannig gerði eitthvað kvöldið helgar en þegar sumir voru að glíma við afleiðingar kvöldsins áður þá var ég að læra daginn ferskur já, körfuboltinn hjálpaði klárlega sko og margt sem maður tekur frá honum eins og til dæmis sjálfstraust og þrautseigja og bara ýmislegt sko metnaður sem maður nýtir í náminu sko maður getur alltaf tekið eitthvað úr öllu sem maður að gera sko þannig að ekki spurning Í hvaða grunnskóla varst þú eiginlega? Árbæ Þú varst í Árbæskóla? Varst í Árbæskóla? Yes Kekja? Já alveg 106 í árgangunum sko Já var einu sinni stærsti skóli landsins Já, þetta er mjög stór skóli sko Já. Ég var alltaf í Ártúnsskóla Ég átti að fara í Árbæskóla en svo fór ég að Selfossattur sko Já, ok Byrðu 04, þekki frá Benna Já, ég þekki Benna Aron Ég var að kenna þig veitur en ég hefði verið að kenna þér en gaman að þessi Já, reynd spurning frá Benna Já, það kemur eftir Já, gaman Það er gaman En mér finnst það bara Mér finnst það áhvert Hvaða leið fórst þú eiginlega? Þú veist, varst að tala til að ná þér upp úr Já, þungliðinu Já Ertu að tala um í 10. bekk eða núna í vetur? Bæði bara Var ekki eitthvað svipuleið? Sko, í 10. bekk þá var það helst eitt líf og svo las ég bókina Hámarks árangur sem hafði líka áhrif og svo las ég líka sko að því var bara ósáttur við sjálfum með einhvern veginn og að sko að elska sjálfum sig er forsenda gæða lífs og lífsgæða basically það sama við erum það er engin fullkomin en við erum samt fullkomlega ófullkomin eða ófullkomlega fullkomin við höfum öll kost og galla en það er líka bara gott af því að þá er 1 + 1 saman sem 3 hvað haldið þið sé að meina með því? Ég veit það ekki alveg Nei, þú veist í starffræðinni 1 + 1 2 Já. 1 + 1 nökkufélag talaði við mig þetta og ég var ekki búin að pæla í þessu þannig en það meikar fullkomni sens 1 + 1 er 3 af því að ok, bara tökum ykkur 2 sem dæmi þið eru mismunandi, þið hafið ykkar kost og galla mismunandi kost og galla og svo komið þið saman og þá eru kostinni fleiri og þið þurfið ekkert endilega einblín á gallana og þá eru þið með fleiri kosti og getið nýtt þá til þess að ná lengra skiljiði þetta er eitthvað tengt líka við hesta skiljiði
einn hestur getur borið eitthvað x mikið eða eitthvað þannig, 2 hestar geta, segjum að einn hestur beri 5 kíló, 5 tonn, svo kemur annar, maður myndi halda að þeir myndi samtals bera 10 en þeir bera í rauninni 11 og svo framvegis. Í félagslínu eða bara í mannlegum samskiptum og í verkefnum sem fólk vinnur að saman, þá er hægt að nýta kosti þessa aðila í mismunandi verkefni, þannig að hæfileikar hvers og eins nýtist sem best, fatti. Þess vegna 1% 3 í rauninni. Og en núna ég veitur, þá kom ég mér upp úr þessu bara með því að sko ég náði einhvern veginn aftur að sofa betur, þú veist, svefnin bara undirstað heilsu, sko. Það verður allt auðveldara. Ef maður sefur ekki nóg þá maður neikvæður og nennir ekki neinu skilið og þá ekkert gaman, þú veist. Svo hélt ég fyrsta fyrirlestin aftur, sko, ég held að það hafi líka hjálpa bara af því ég var einhvern veginn bara búin að vera að fresta markmiðinu, þannig að, þú veist, var seinn í því sem ég átti að skila fyrir eða til háskólana í Bandaríkjunum. En svo svona ákvæði bara, ég kýli bara á þetta og gáði hvað kemur út úr þessu. Og þá svona hafði ég aftur þennan tilgang, af því þetta hafði verið tilgangurinn minn helsti, þú veist, ástæðan fyrir því að ég dúksaði Vestló var svo að mér langaði að fara á styrk til Bandaríkjanna og það væri líklega að fá námstyrk heldur en körfuboltastyrk, af því að, þú veist, körfuboltin hérna á Íslandi og hérna í Bandaríkjunum, en öfugt kannski í fótboltanum, allir að fara á styrkna sem ekki að bara, en just ég hefði alltaf farið í 3. deild Division 3 þar sem maður fær ekki íþróttastyrk heldur bara námstyrk, sko. Þannig að áherslan körfuboltin var alltaf í fyrsta, en svo færðist áherslan sérstaklega í 10. bekk yfir á námið, sko, og í Vestló. En í Vestló þá var ég samt bara með það hugarfar að gera mitt besta og vera sama niðurstöðunar, af því að hafði brett mig á því að vera allt of fókuseraður á einkunninar og svekja mig og fattiði, og ég ætlaði ekki að detta í þunglindi eða þann pakka aftur og það gekk betur bara, þú veist, var með 9-5 meðlengun eftir fyrsta ár og dúksaði með annari stelpu og þá svona það var ekkert markmið að dúksa þá, en eftir fyrsta bekk þá var ég bara, þetta alveg raunhæft og þú veist, ekki það hafi skipt öllumáli, en það var ekkert að skemma fyrir að maður fær, þú veist, 500.000 fyrir að dúksa. Þannig að, og svo sá ég bara, þú veist, þetta gæti opnað margar dyr að dúksa, þú veist, ekki bara í Bandaríkjunum heldur líka annars staðar, sko, og líka bara ég var ekkert að skrifa þessa bók ef ég hefði ekki náð þessum árangri og halda þessu fyrirlestra, en mjög ólíklega allavega. Þannig að maður verður að hafa eitthvað til að stefna að, sko, og líka, sko, þú veist, það er eitthvað staður sem þið viljið vera á og það er staður sem þið viljið vera, sem þið eru á, minna ég, fyrirmyndar þið og þið í rauninni, því lengra sem er á milli þessara tvekja, því ver líður ykkur rauninni. Þess vegna á maður að reyna að stefna hingað, sko, og maður verður að hafa ykkur stefnu því að það gefur lífinu í rauninni tilgang, sko. Ef maður ekki að stefna neitt, þá gerir maður bara eitthvað og lendir eitthvað staðar, fattu, bara eins og bátur án stýris, sko, eða skipa án stýris. Talaði að markmið séu svona, maður með markmið sé eins og skip með stýri og áttavit og allt, skiljið. Þannig að ákveði leiðarljós, sko. Það verður að hafa leiðarljós. Já. En þú? Ok. En þú náttúrulega lítur að hafa lært mikið heima. Já. En hvernig fórstu að saman þetta? Mörgum finnst þetta mjög erfitt. Já. Og ég líka finnst þetta mjög erfitt. Ég hata að læra heima, sko. Já. Hvernig, þú veist, sko, fyrsta lagi þá hafði ég mjög mikið áhuga á því sem ég var að læra. Hagfræði og viðskiptabraut. Þú veist, mér er gaman að fjármálum og hagfræði og viðskiptafræði og öllu þessu, sko. Og starffræði upp að vissumarki, en ég ætla ekki, mér langar ekki að fara eitthvað hátt stig í starffræðinni, en þú veist, gaman, þú veist, svona rök færslur og rök, hvað sem maður sýnir, rök bara
rökhugsun. Já, rökhugsun. Ég var að leita að þessu og ég var líka með þetta markmið bara, þú veist, þennan tilgang og veist, ég gerði bara sko, og já, körfuboltinn alltaf, þú veist, ég nýtti tíman laugardagar og sunnudagar frá 12 til kvöldmandar geta bara skorið úr sko. En þú ert kannski meira að spyrja hvernig ég nefndi þessu, það var bara, þú veist, ég var með þetta markmið og markmið sko, ef þau eru smart, þau eru skýr, maður veit hvað maður er að gera og hvert maður vil fara, raunhæf, maður getur náðum aðlaðandi mælanleg, þú veist, maður veit hvernig og hvenar maður er að ná þeim og tímasett, þú veist, að maður vill virkilega ná markmiðum sínum og veit af hvernig maður setur þau, að þá eru þau eins og áttaviti, maður fer að forgangsraða eins og maður í samræmi við það að ná markmiðinu, þú veist, ég læriði bara þegar ég þurfti, ég fylgdist með í tímum sem er gríðarlega mikilvægt, þú veist, ef maður fylgist með í tímum, lærir heima og fylgir áætlun, þá er mjög ólíklegt að maður sé að fara að falla. En þú veist, mikilvægt að læra jafnt og þétt og læra fyrir prófin, en ég hafði bara það mikinn áhuga á því sem ég var að læra, það er svo lítið, það er svo sem að bætast núna, en það er svo lítið af sko fjármála og svona hagfræði í sko grunnskóla. Já, það er eiginlega bara ekkert. Nei, sem sko maður ánáttúrulega sjálfur að læra, skólinn er ekki bara vettvangur til að læra, maður verður að læra sjálfur sko, og ég held að það sé mikilvægra en að læra í skólanum, sjálfsnám sko, þess maður lærir ekkert allt í skólanum, en skólinn náttúrulega, þú veist, skapar störf og þú veist, maður fyrir skóla til að vera lögga, til að vera kennari, til að vera læknir, til að vera hitt og þetta, en skólinn kennir ekki frumkvöla starfsemi og kennir ekki mannleg, jú, upp á þessu marki, en kennir ekki félagslega þáttinn til fullnustu, fættiði, kennir voða lítið á sálfræði í grunnskóla líka, maður verður náttúrulega, þú veist, hver og einn ber ábyrgð á sér sko, hver er sinnar gæfu smiður, en umfram allt á, ég saði líka við vísi á MBL sko, maður er ekki að fara að ná langt í því sem maður nennir ekki, maður verður að hafa gaman á hlutunum, og ég hafði gaman af flestu því sem ég var að læra, svo bara gaman í skólanum, skemmtilegt fólk, og svo var þetta bara einhvern veginn, þú veist, ég var búin að venja mig á þetta að læra vel og hérna í úlingadeildinni og náði, þú veist, útskrifast úr grunnskólanum með einhver verðlaun og að í öllu og þó að það sko einhvern skipti ekki öllu máli, þar sá sem er með 9 getur verið verri en einhver sem er 7,5 in the real world sko, en að hafa gaman af því sem maður er að gera er krúsjál, og að hafa stefnu og vita af hverju maður er að gera hlutina, þannig að það er svona helsta sko, þannig að Já. Setur þér mánaðarlega markmið eða þá svona bara eitthvað markmið sem stefnir bara yfir langa tíma eða? Sko bæði til dæmis á Dúksarversló, það var svona til 2 ára, ég skrifaði, þú veist, ég er Dúksverslun sko Íslands 2019, árið 2017 skrifaði ég það og það rættist 2 ára síðar. Það er ekki nóg að setja sér eitt stórt, maður verður að setja mörg lítið líka til þess að ná, þú veist, skrefin að stóra, bara læra heima, fylgjast með tímum, ná x einhvern í x áfengum, en ég set mér markmið til dæmis fyrirlestarna í tengslu við þá, bókina, ég hef verið að vinna með það að setja mér, ekki núna reyndara því ég var lengst niðri áramóti núna, þá setti ég mér ekki markmið, en til dæmis 2017 1. jan þá setti mér bara markmið fyrir alla þætti lífsins, þannig að svipa á hjól lífsins sem Þorgrímur Þráinsson er með, og svo já, stundum seti mér, ég er ekkert ég seti mér stundum mánaðarlega markmið, markmið fyrir daginn og morgun skilji, en maður notar aldrei nóg, þú veist, ég held að maður seti sér aldrei of mikið af markmiðum, þetta er svo skilvirt sko, markmið er ekki, þú veist, það getur verið að fara út með rusli skilji, þetta er bara íþróttir, námið,
samskipti við annað fólk, fjölskyldan, áhugamálin, fjármál, maður getur sett sér markmið allt sko. Og ég er markmið í all flestu sko. Sem maður verður að hafa ákveðna framtíðar sín sko. Ná. Og hvernig setur þið markmið? Skrifar það niður, eitthvað sérstök leið? Já, góð spurning sko. Að segja ég ætla að vera duglegur í ræktinni, það er ekki einu sinni markmið sko. Það er ekki hægt að mæla og ég segjum frekar ég vil vera duglegur í ræktinni, ég vil afsökun, það er ekki hægt að mæla þetta, það er ekki hægt að tímasetja þetta og já en ég mæti 4 sinnum í viku í ræktina og geri þetta þá ertu strax komið með markmið og markmið, það skilvirkast að setja í fyrstu persónu eintölu nútíð, þá ertu að segja ég svona og þá meðtekur heilin og undir meðvitundin það og þau taka við keflinu sko. Þá verður maður að hegða sér þannig fyrir að gera hluti í samræmi við þessa staðhæfingu. Þannig að það er tæknin sko, smart og fyrstu persónu eintölu nútíð, bara íslenska hérna. Já, hvað svona hengir upp á vegg eða reyndar ekki sko, sem samt maður ætti að gera það. Ég gera það stundum, ég hef gert það eitthvað í gennum tíðina, en ég hefði bara á stað sem ég veit hvað það skiljið og sko eigin skrift er miklu meira hvetjandi en einhverjir prentstafir sko. Maður veit þá, já ég skrifaði þetta fætti. Já. En ef maður ekki markmiðinu, hvað maður að... Já, gekk í spilning sko. Markmið eru ekki, megin tilgangurinn er ekki að ná þeim eins kaldhæðnislegt og það hljómar. Markmið eru að hafa eitthvað stefnu, hafa eitthvað takmark og þetta snýst fyrst og fremst vöxtin á leiðinni, fattiði. Svo persóna sem þroskast í þessu ferli, eins og ég, markmið að komast til Bandaríkjanna, kannski fer ég, kannski ekki, en þó ég far ekki, þá hefði ég aldrei viljað sleppa því að hafa þetta markmið í öll þessi ár, jafnvel þó ég náði ekki, af því ég er orðin þessi persóna sem ég er í dag og ég hef bókstaflega aldrei verið betri, mér er aldrei liðið eins vel og í dag. Ég er bara top of my game, en ég ætla að halda áfram að bæta mig, en það er þetta ferli, þessi vöxtur, eins og Beggi Ólaf segir, skiljið, hann var Íslandsmeistari með FH eitthvað tímann fyrir nokkrum árum í fótbolta. Það að ná markmiðunum er bara augnablik, fætti, og ef maður ætlar að lifa fyrir þetta augnablik í framtíðinni, þá er maður ekki að lifa alla leiðina, lífið er núna, fætti, lífið er bara eitt mörg lítil andartök, mörg augnablik, maður að njóta hvers og eins, held ég sko, og hafa gaman af ferlinu, enjoy the process sko. Vitið ykkur Gary Vee Gary Vaynerchuk, mælum með að fylgja hann á Instagram sko, hann tala mikið þetta, maður verður, ef maður ætlar að ná markmiðunum sínum, þá verður maður, og ef maður ætlar að lifa lífinu, þá verður maður að njóta ferðalagsins, njóta hvers eins að dag sko, ekki vera þá og þegar mann skilji, þegar ég fæ nýjan bíl, þá verður lífið gott, þegar ég fyrir samband, þá verður lífið gott, þegar ég er búinn með BS gráðuna, þá verður lífið gott, skilji, þegar ég er komin í sumarfrí, það kemur alltaf nýtt þegar, ef maður er þannig manneskja, frekar bara horfa á allt sem maður hefur og vera þakklátur fyrir það og njóta þess, og þá svona verður allt auðveldara líka. Þannig að markmið, jú, auðvitað bónus að ná markmiðinu, en höfuð markmið ætti að vera vöxturinn, skiljið. Já. En hefur einhvern tímann ekki náð markmiði? Já, eins og þetta, komast í landslið, úlingalandslið í körfubolta, það var bara draumur, og ég var að horfa upp á vini mín að fara þangað sem ég hafði verið betri enn í einhver ár í körfubolta, það var alveg skellir sko, leiður illa með það, og eina ástæðan fyrir að ég fór í þetta þunglindi sko,
maður verður að setja lífið í samhengi sko. Ef maður ætlar að hengja sig á að ná ekki markmiðum þá maður verður að læra að tapa sko. Líka bara eins og Rocky segir sko. Ég geti farið með þessa ræðu sko, þið hafið heyrt hann eða ekki Rocky? Jú bara, þetta svo golden sko, bara þú veist it ain't about how hard you hit but about how hard you can get hit and keep moving forward, þú veist. Þannig segir að maður og ég skrifa svo mikið í bókinni sko, ég get sagt ykkur efnis yfir þetta eftir áður en þetta viðtal klárast og haft það inni til að tísa og þú veist ég hef fullt af markmiðum sem ég hef ekki náð sko, en líka markmið sem ég hef náð, en eins og þú segið, þú veist, maður verður að kunna tapa og bara læra að meta ferlið, njóta þess, þú veist. Ef maður nýtur ferðalagsins þá skiptir í einhver máli hvort að maður nái markmiðinu á endan þegar öll eru bátnum kvöld sko. Fattu þið, þannig að og ég er bara búin að svona þroskast einhvern veginn með tilliti til þessa sko. Já og talandi bókina. Já. Hún hvenær kemur hún út? Hún kemur út í ágúst eftir tæpan mánuð, svona vikunni áður en skólinni byrja aftur sem er 17. Já. Nú. Og hver hvað sem að gefa hún út? Leo bókaútgáfa, hún er frekar nýleg, var sett á fót bara núna 2019 sko. Hún að gefa út í Hjarta mín og Langafi minn Superman, svo kemur mín og fleiri á döfinni sko. Þannig að algjörðu mestara sem eru þar sko, Oliver Þorsteinsson og Kristín Rúnar Kristinsson og fleiri, Richard, þannig að þessir einstaklingar eru bara að hjálpa mér að láta drauminn vera veruleika, að skrifa bók og gefa bók sko. Það hefur alltaf verið in the back of my mind að fyrir aftan eira sko, bak við eira, en ég vissi aldrei hvernig, en svo núna eftir Vestló þá bara sá ég að ég vildi gera þetta, byrjaði að fyrirlestunum og svo fer ég í bókina og ég held að bókin og fyrirlesturinn styrki, bæti hvort annað upp, styrki hvort annað sko. Hlakka til að fara í þessari hringferð líka, vonandi kemur maður í FSU. Heldur þú að skrifa einhverjum fleiri bækur eftir þessa? Já, pottet sko, ég held ég muni skrifa sérstaklega bara andlega þáttinn, bara erfiðlegana eða mína reynslu sko. Og já, pottet meira sko, kannski sér markmiðabók, sér sjálfstraust, bara það er svo margt sem er hægt að skrifa sko. Og já, svo vil ég líka bara koma inn á, þú veist, af því að Reykjavíkurborg er sem sagt, ég er á launaskrá hjá Reykjavíkurborg við að skrifa þessa bók sem er bara, ég held að þetta er tekið tap sko að skrifa bókina, þú veist, að því maður fær ekkit fyrir en að byrja að seljast, en svo er Vestló búið að styrkja mig eitthvað og Hagkaup líka og svo er laun í Reykjavíkurborg, þannig að ég er gríðarlega þakklátur, þú veist, að fá borga fyrir það sem maður elskar sko, það eru forréttindi og það er eitthvað sem það á að vera markmið sko, allra. En þú sagðir áðan að tala við Þorgrím í 2 tíma eða eitthvað? Já. Er það fyrir bókina eða er það fyrir? Já, svona bæði og sko, bæði bara hitta þessa skemmtilega og flottu einstaklinga og fyrirmyndir og líka svona fá hugmyndir frá þeim og ráð sko, líka bara byggja á tengslanett sko. Ég er búin að kynnast, þú veist, Begga Ólafs, nökkafjálari, Þorgrími, Erlu Björnsdóttur, svefnsérfræðingi, Jón Snorra enn betur, og Ásdísi Hjálms bara í gegnum þetta, Guðni Gunnars, Pálma Ragg, bara geggjað sko að hitta svona fólk og eins og þið eru að gera sko. Já, það er mjög fínt sko. Algjörlega. En hvað fjallar bókin svona að mestu leyti? Sko þá þætti sem hafa hjálpað mér í lífinu bara, að ná árangri í náminu, í körfuboltanum, að líða vel. Þetta er ekki bara fyrir námsmenn, þó að þetta sé náða árangri í nám og lífi, og þetta er náttúrulega, þú veist, hjálpar. Ég tala út frá námi en líka öðru, þú veist, ég er líka bara að tala þætti, þú veist, elska sjálfan sig, jákvæðni, viðhorf, þakklæti, sjálfstraust
markmið, skipulag og tímastjórun. Þú veist, það sem hægt að nýta sér í námi er hægt að nýta sér í lífinu, í öllu eiginlega. Námi ekki bara skólinn, heldur í náminu, menntun þroski, þú veist, maður þróar með sér, þroskar með sér metnað, eljusemi, þolinmæði, þrautsemi, áhuga, vinnusemi, vinnubrögð, þannig að það eru einhverjir sem sjá ekki heildarmyndina sko, og einhverjir sem mér er svo sorglegt að fólk þú veist, sumir eiga erfitt með nám og það allt, ég tek alveg tillit til þess og þú veist, hætta eftir grunnskóla og fara bara að vinna sem er bara flott, en að líta á nám sem svona kvöl og pínu sko, það eru sumir, það eru margar miljonir sem fá ekki einu sinni þetta tækifæri og menntun leið til þess að skapa sitt drauma líf og nýta þessi tækifæri sko. Bókin fjallar það einn kafli beina námstækni sko. Maður myndi halda að námstækni væri megin viðfangsefni bókarinnar sko, en það einn kafli, hitt bara andlegt markmið. Þetta bara svona sjálfsefling og það eru nokkrir einstaklingar búin að lesa yfir þetta sem hafa gengið sko. Oliver, hann skrifaði í hjarta mínu og hann var í svipuðu þunglyndi og ég, bara en lengra, þú veist, hann var í verra á verri stað. Hann sagði bara, þú veist, þessi bók skilur, hann ekkert í námi, hann sagði bara þessi bók sko hjálpaði mér, manni sem efast stöðut sjálfan sig og tilgangur með bókin ekki að skapa einhverja dúksa sko, heldur skapa einstaklingar sem hafa trú á sjálfan sig og horfa á lífið í því ljósi að þetta bara gjöf, fætti, og af hverju ekki gera það sem maður vill gera frekar en það sem aðrir vilja að maður geri. eins og Jim Carrey sagði sko, þér getur mistekist í því sem þið langar ekki neitt að gera. Akkur í andskotanum ættir ekki að gera það sem þið langar að gera. Fatti. Já. Þannig að bókin bara, ég vil bara kalla þetta, þú veist, sjálfseflingar bók sko. Kannski ætti að breyta svo í náðu árangri í lífi og námi, ég veit það ekki. Náðu árangri bara, þú veist, af því að, þú veist, ég þannig, þú veist, ég ekki einhver gúru, ég bara 20 ára strákur og, þú veist, en það samt líka styrklegi, ég tengi betur við, þú veist, gæðins og ykkur og fólk sem á mínum aldrei í námi. Ef einhver 50 gæði var að fara að skrifa þetta þá, no offense, en ég held að var ekki hægt að tengja vel við hann og mig, sem sagt, einstaklingar á aldrinum 12 til 25 sem eru flestir í námi. Fattiði? Já. Þú mjög vel skipulaður þá? Ertu svona sem skrifa niður svona alla tíma dagsins hvað það gera? Skipulagið kemur með markmiðunum. Þau eru bara 8 hluti sko. Skipulagið kemur af því að þú veist sko, það eru bara ákveðnir froskar sem þú þarft að ná í lífinu í tengslu við markmiðin. Það eru stóru verkefnin. Þú gerir þau bara fyrst ef þú vilt virkilega ná markmiðunum. Ef þú ert ekki að sinna markmiðunum þá færið samviskubit. Það er prófa morgun, maður fyrir bíó og ekki búin að læra neitt. Ef maður vill standa sig vel þá líður manni ekkert vel með það, en ef manni sama þá líður manni alveg, þá manni bara sama, skiljiði. Þannig að skipulaði sko markmiðin, eins og þú sagði áðan, þá fer maður að forgangsraða og þá kemur skipulaðið. Og þú veist, það að vera í íþróttum, að vera í öllum þessu, að hafa mörg járn í eldinum, eigur bara skipulag. Ef maður bara í skólanum þá getur maður bara, þú veist, ég þarf ekki að gera þetta í dag, þú veist, þannig að ég get bara lært í kvöld, maður frestar í endalaust og þróar frestunar áratu og þá enda maður kannski á því að læra ekki neitt, skiljiði. Já. Skipulag, já, þú veist, auðvitað skipulagi sko, annars hefði ég ekki náða saman þetta sko, en markmiðin sko, og líka bara skipulegja daginn,
kvöldi áður. Talar eitthvað í bókinu ofhugsun? Já. Ég er ofhugsari sko, fullkomnunar áratan og ofhugsan bara eins og ég veitur ofhugsun, ég var að bara ofhugsa allt, þú veist, á ég að fara, á ég ekki að fara til Bandaríkjanna, hvað ef, þú veist, já, ofhugsun sko, ég horfði að endast á myndböndin bara til að ná tökum á henni sko, og frætt miðmynda sko, þess að maður verður bara aðeins að sleppa takinu sko. Ég skilur gæðin sem tjekkar, segir frá sér fyrirlestum, tjekkar 3-4 sinnum á því hvort hurðin sé læst, skilji. Já. Tengið þið við ég er alltaf svona með eldavélina, alltaf svona slögt í henni, komin inn herbyggi fyrir áttur. Nákvæmlega, þetta er ofhugsun og fullkomnar árt á svona þráhyggja. Já, þannig að ég tala þetta í bókinni og þú veist, maður verður bara að slaka þess á hvað er það versta sem getur gerst, skilji. Þannig að líka bara hvað ég segja, taka þetta mig, þú veist, þátturinn hann geti eðist. Já, nákvæmlega það er ógætlega óþægilegt. Já, eins og Will Smith sagði eitthvað, þú veist, at the other side of fear is the most blissful, eitthvað, þú veist, hinn með óttan er hamingjan sko, og að maður ætlar að lifa í stöðugri hræðslu við að eitthvað gæti gerst, þá er maður að eyða lífinu, þú veist, maður getur ekki ráð, þú veist, maður skiptir ekki hversu máli maður hugsa eitthvað sem gæti gerst hræðilegt í framtíðinni, maður getur ekki breytt því, ef maður getur það, þá gerir maður það bara, en ef ég ætla að hafa ágjörð því hvort ég fá hjartaáfall á morgun, skilji, dag eftir dag, þá er það bara sóun, skilji, díla við vandamálin þegar þau koma fram á sjónarsviði, fætti. Já, og hvernig þá? Bara fer eftir í hvað það er, þú veist, eins og stundum þetta bara, maður keyrir hratt fram hjá hraðamyndaður, ætla ég að hafa áhyggjur af því að ég fái eitthvað, þú veist, sagt eða eitthvað alla þessa daga, svo komið ár og ég er búin að hafa áhyggjur í ár, veist, hvað er það? Bara rugl. Já. Annarkvort kemur hann eða ekki, ég get ekki breytt því, maður getur ekki breytt því sem er búið og gert, skiljið, þess að maður verður að læra sleppa takinu á því sem maður getur ekki haft stjórn á og stjórna því sem maður getur haft stjórn á eftir sínu höfði, þannig að það er svona megin útgangspunkturinn sko, í þessu. Já, það er bara gaman að lesa bókina, myndi ég segja. Já, ég held það sko, ég fóði að segja sjálfur frá, takk fyrir það, ég gef ykkur áhrita eintak og alveg sko. Já, nú, það er frá það sem gert að það geðalega eitthvað. Já, það var eitthvað. Já, það var sko, kannski meira sem hann, ég veit ekki. Já, bara... já, við tölum bara það eftir, en ég er einmitt sjálfur að fara að hendi geðalega sko á Instagram. Já, ég segi það. Komin með sko, bara, já, hinn og þessa aðila sem er að fara að leggja í púkið sko. Já. Það verður bara veistla sko. Já, það er ekki. En ef það okkur í fæll að spyrja. Já, ekki. Þú lesa að ég þú mást bara gera. Ok, alltaf nei. Ég ekki bara taka helmingin og þú helmingin. Nei, þú bara, þú bara sitja slæga. Já. Hvernig er að hafa Báru sem stjúpsystur? Bara, hún er mestari sko, gaman. Ok, það er, við veitum náttúrulega ekkert með fjölskylduna eina, hún er satt jafngöfum líkur sko, hún var að klára 10. bekk. Nú, ok. Sorry að missa afmælinu þínu, Guðjón, kveðja Gunnar Dan. Já, ekki málið, shit happens. Já. Og svo er hérna það er nokkur á ensku hérna, ég veit ekki alveg okkur, en ég held að þetta hafi samt verið íslendingur, en ég lesta bara ensku hérna. How do you get money, how do you keep money, and how do you duplicate money? Já, ok, þú veist, ég er enginn fjármála séni, en ég hef það ágætlega fínt svona, held ég, með Valdur. Ég hef alveg verið dölur að safna í gennum tíðina og var á kauplum bara of sparsamir sko, búin að fresta ég að kaupa bíl mjög lengi, alltaf að spyrja mömmu. How do you earn money var fyrsta. How do you get money, já. Get money, já. Þú veist, náttúrulega bara vinna, en
ég held að peningar komi mjög mikið að maður gerir það sem maður elskar og líka svona á einn forstun sko, eins og ég er að halda þessa fyrirlestara, að skrifa bókina, ég er ekki að vinna fyrir neinn annan þannig að þessi sko en aðalmálið það eru til læknar sem með meira mánuði, 2 milljónir sem er samt bara skulda upp fyrir haus sko miklu mikilvægara hvernig þú eyðir peningunum heldur en það hversu mikið þú þénar. Gæi með 500 á mánuði getur haft það betra og skulda minna og átt meira en gæi með 1,5 á mánuði fatti. Ert að kaupa óþarfa þú veist, í staðan fyrir að kaupa 10 milljón krónar bíl, keftu frekar bara 2 milljón krónar bíl sem kemur frá A til B, ég horfa á þannig, en eða skýt nú peningum gerir bara svo vilt en þú veist eins og ég búin að bara þakklátur fólki sem er búin að nenna að skutla mér, sérstaklega Egill Agnar Óttarsson, sjátt á hann er búin að skutla mér í körfuboltanum fáránlega mikið sko, og Pétur Már og Þorsteinn og bara margir þakka körfuboltafélögum mínum fyrir það, af því ég bjó alltaf í Árbæ sko, ekki Grái og Kópavogi síðan, þeir eru að skutla mér á milli sko, þeir búa bara í Grafavoginum en nema Egill í Garðabæ en sko hugsa líka bara hver einasti þúsungall, Jón Jónsson sagði þetta einhvern tímann, hver einasti þúsungall sem þú eyðir í pítsu eða einhvern óþarfa, þó maður megi leyfa sér alltaf og njóta lífsins, hann gæti verið að fara í fasteign sem er besta fjárfesting held ég, fasteign og þú veist ég sjálfur ásamt vini mínum að íhuga að fjárfesta í fasteign til að leiða út í haust sko, sem er mjög sniðugt held ég, eða ekkert annað sem eitthvað sens held ég þess vegna er mikilvægt að safna, sérstaklega á úlingsárunum eins og þið, ég vildi að ég hefði verið eins sniður og þið að vera að byrja að vinna í bónus í 10. bekk, jafnveg bara í 9. bekk því ég var bara í úlingavinnu í grunnskóla sko, sem er náttúrulega bara þetta er ekki laun sko sérstaklega í Reykjavík, ég held að það lægstu sko launin þar, ég er ekki að grínast á Hellu eða eitthvað, vinkonu mín var þar, hún bara ágætt tímakaup sko, meðan við vorum með 700 kall eða eitthvað sem er ekki neitt þannig að mikilvægt að safna úlingsárunum, byggja upp grunn, nota hann vel, nota hann skynsamlega duplicate, það er náttúrulega bara fjárfesta í hlutabrifum, fasteinum og líka sko ekki nökkvið talar þetta, ekki skipta tímanæðinu fyrir peninga sem maður gerir í venjulegu starfi líka oft sagt skiljið, það hafið oft heyrt þennan frasa until you find a way to make money while you're asleep you won't get rich skiljið eitthvað að finna tekjuleið sem þú þarft ekki að sinna alltaf það sem vinnur peningu vinnur fyrir þig peningu vinnur fyrir þig sko, það er það sem skilur á millið peningu vinnur fyrir þig, bók sem heitir Rich Dad Poor Dad sem ég var að lesa geggjuð sko, mæli með Já, er ekki líka náttúrulega mjög mikilvægt það sem ég einar vorum að gera er að séreignarsparna Já, mjög snið sko, nýta sér þessar leiðir sko Já, margir sem veit ekki á honum og þetta er sorglegt bara Já, velgert, það er ekki allir sem vita þessu í 10. bekk sko og já, séreignarsparna til að kaupa fyrst íbúðina mjög stór mistök að hafa marga 100 skalla á tjekka reikningum á kortinu þú þá peningum þar 0,01% vextir kannski og verðbólgan er 2 þannig að skil ekki það sem hafa 500.000 á kortinu sínu og eru kannski að stæra sig að því eitthvað gamli ég lendi að allt kort mitt að bara tekja allt af því sko Já, ég var heppinn á bara 20 skall, núna er ég alltaf bara með 20 skall Já, nákvæmlega, það er líka sem ég hef pælt í vinur minn, þetta er líka í þessu á eitthvað App Store dæmi Hvað gerist? Eitthvað fyrirtæki í London, ég bara veit það ekki sko Ég bara skríti Ég var náttúrulega búin að versla svo mikið á netinu sko þannig að það var einhvað sem hefði bara líka sko Já, vinur minn þetta eitthvað var bara, þú veist, hann var með kortaupplýsingar sínar á App Store sko og það var bara app að taka endalst af reikningum sko tók ekki eftir því fyrir en þetta komi í alveg ágæta summi sko Tók hann ekki eftir?
Já, sæl þú veist, tók náttúrulega eftir í endanum en að liði einhverjir dagar sko. Það er líka mjög sniðt hvað sér kallast, ef þú ert ekki með Arion banka þá getur ekki séð svona bókald það kallast meninga. Já, nákvæmlega. Það þá sér maður bara sem bara shit, ég er búin að miljón í mat í bónus. Ég er búin að vinna í bónus 1 ár og núna komið upp í 1,5. Þú veist, ég er búin að eyða á þessu einu ári 100 skall bara í mat sem ég kaup mér þegar ég er að vinna sko. Einu ári. Shit, ég er búin að vinna hann í 3 ár sko. Það er ekki komið alveg svolítið átt sko. Já, veist, mikilvægt að bara borða heima og hérna en maður má náttúrulega lifa sér líka. Já, guður. En heildar samingi sko, þú veist, heilt yfir liti að vera dálítið skynsamur og peningar, þú veist, ég nenni samt ekki að segja þetta peningar vass á trjánum, en mamma og pappi verður ekki alltaf hana og maður getur ekki verið alltaf á spenum þeirra sko, og það er ekki allir sem geta það einu sinni sko, þannig að það að segja, þú veist, líka í tengslu við það, þú veist, að gera það sem foreldrarnir segja, þetta er þitt líf, ekki asnast til þess að gera það sem aðrir vilja. Ef þú þarft að vera ef þú ert að afsaka þig með því að segja nei, ég hef ekki peninga til að gera þetta eða hitt eða alltaf drauminn, það er ekki afsökun, þú veist, þannig að það er alltaf hægt að finna leiðir ef viljinn er fyrir hendi. Já. Er það aðtöku aðra spurningu? Já, það er fleiri spurningar. Hvar stendur í pólitík? Ég er að hægra megin sko. Fyrir sinnar gæfu smiður, ég held ég sé í sjálfstæðinu sko. Blár. Ég veit ekki það. Nei, hvað er þið? Er það eitthvað múin að mynda ykkur sko? Ég veit ekki það. Sko, þú veist, bara einstaklingsfrelsi sko, af því að sjálfstæðisflokkurinn er svona meiri einstaklingurinn, einstaklingshyggja, vinstri, grænir til dæmis, þeir eru, þú veist, þetta er kapitalismi og hérna kommunismi, afganar, í rauninni. Sjálfstæðisflokkurinn skilur einstaklingurinn sér eins og sjálfur meira, minni afskipti ríkisins, minni skattar eða lægri skattar, þú veist, ég er hlindur því sko, að því að skattar eru latning og minni skattar eða lægri eru hvatning til þess að búa til eitthvað nýtt, gera eitthvað þú veist, en auðvitað menntun og heilbrigðiskerfi og allt það vera í höndum ríkisins og löggæsla alltaf eins og það er bara en já, ég er hérna hægra megin svo við skulum bara okay, já. En þú veist, ef við takum það bara einfallega ef við tölum bara hérna Democrats og Republicans skilur, þá er það bara 2 hópar. Myndur þú segja að það er Republican eða Democrat? Já, ég meira hægra megin sko. Hægra megin? Þannig já, þú veist, já, Republican í rauninni en þú veist ég veit ekki, þú veist Trump er náttúrulega sko, Trump er bara skilningi, eða kannski er hann bara að gera allt sem hann er að gera til þess að fá fræð og athygli og allt þetta er alls ekki rétt að leiði náttúrulega, veist, bara synda svona gæi sé einn valdamesti maður heims, ekki fyrirmynd. Valdamesti maður heims á að vera fyrirmynd, en þú veist, hann er samt alveg búin að gera hitt og þetta sem þú veist, atvinnustigur herra og atvinnuleysi lægra og hitt og þetta, en heilt yfirlitið myndi ég ekki kjósa hann aftur sko. en samt já, ég er sem sagt sjálfstæðis sinni í rauninni. Ok, ekkert mál. Hvar sérðu þig andlega og fjárhagslega eftir 10 ár? Vitið þið hver kom að þessa spurningu? Ég get tjekka ef þú vilt. Já, það er ekki að gefa sko. Andlega og fjárhagslega. Andlega og fjárhagslega, þessu. Bætum líka líkamlega við, bara góðu formið og andlega þá sko, ég held að hugar ró sé eitthvað sem maður ætti að stefna að. Ég held að það sé æðsta markmiðið í lífinu, hafa ekki áhyggjur, upplifa ekki neikvæðar tilfinningar. Hugar ró er bara the ultimate goal. En já, mér líður bara vel með sjálf mig, líður vel í einn skinni, elska mig og þannig get ég elska aðra. Ég er í góðu sambandi 10 ár. Væntanlega komið fjölskyldu bara barn, orðin faðir og líður bara vel, gera það sem ég elska
fjárhagslega bara komur vel fyrir og komið heimili, skulda þessi minnst og hef ekki fjárhagslegar áhyggjur og þarf ekki að pæla í því hvort ég kaupi Pepsi eða Coke með tilliti til verðs sko. Af því að fjárhagslegar áhyggjur sko, sumir segja skortur á peningum sé sumir segja peningar sé rót alls íls, það kjaftaði, skortur að þeim er frekar rót íls, þú veist, þá leiðist maður út í glæpi eða eitthvað, getur gert það er ekki gott líf að hafa alltaf fjárhags áhyggjur sko á hverjum degi, það spillir hugaróni og það spillir bara mannskynni sko, en fjárhagslegt frelsi er bara eina forsetum lífsgæða sko, góðs lífs, þurfa ekki að pæla í hverju krónu sem maður eyðir sko og lætur af hendi rakna, þurfa ekki að pæla í hvort maður kaup sér hvað var ég að segja, ég veit ekki, gúrku frá Hollandi eða Íslandi þannig að Já, þessi spurninga frá Brynjóli Brynjólfsinni mestari Takk fyrir hann. Já, hann var með mér vant sko og hann er svona frumkvöld sko, hann með ykkur að selja á netinu og hitt og þetta sko. Ná, spennandi. Myndirðu segja að skólakerfið stuðli að fjárhagslegu frelsi? Upp að vissumarki en alls ekki öllu leyti. Rich Dad Poor Dad gæinn sem skrifaði Robert Kiyosaki eitthvað, hann skrifaði bók sem heitir If you wanna be rich, don't go to school. Af því að í skólanum þá talaði þú veist, ég skiluru menntun, námið, allt það það getur alveg að skapa fjárhagslegt frelsi af því að maður lærir hitt og þetta sko, en maður verður að læra sjálfur sko, maður getur ekki orðið auðugur bara í venjulegu námi sko, nefnum maður erfi bara en nei, af því að í skólanum lærir maður dálítið mikið að vinna fyrir aðra og ef maður vinnur fyrir aðra þá er maður ekki að fara, held ég, að afla einhverja gríðarlega upphæða sko, gríðarlega upphæða, þannig að vissuleiti já, en lokasvar í rauninni nei. Ok, alltaf leið. What is your greatest success in life? Ég held að sé bara að elska sjálf mig, en afrek, þú veist, bókin, fyrirlestarnir. Já, ok. Hvenær kemur út bókin? 10., 11., 12., 13. eða 14. ágúst, vikunni sem sagt 10. til 14. Ok. Hvar sérðu sjálfan þig eftir 10 til 20 ára? Þetta er svona eiginlega eins og hinn. Já, en 20 ára. Þá er ég að vinna við fyrirlestra, skrifa bækur, kenna, gera það sem ég elska, góðu sambandi, lifi heilbrigðu lífi, eins og Þorgrímur Þráinsson, vitið þið hvað hann er gamall? Já. Hann er, hvað er ekki, 64? Jú, 60 eitthvað. Lítur út fyrir 61. Að vera samt alveg, þú veist, mjög ungur. Hann getur verið 38 sko. Mér langar að vera eins og hann sko. Þegar ég fattaði, þegar ég spurði hann hvað hann var gamall, ég kíkti á Wikipedia sko, sá 59 en pældi ekki í því að því, hann lítur út fyrir að vera 40 sko, hann er 61. Ok, 60. Þú veist, hann er 60. Ég sagði 64. Hann fæddur 59 sko. Ok, já. Sko. Já. Bara hvernig sko. Segðu mér. Flestir, já, neðist, eitt af því er að hann drekkur ekki áfengi. Ég gera heldur ekki, en ég hef samt, þú veist, smakkað 1-2 skilji, en ég hef aldrei verið undir áhrifum. Og ég hef ekki áhuga á því að þú veist, áfengi er bara, það verður kannski einhver móðgæði núna, áfengi er eitur og þú veist, það er ekkert gott fyrir mann í óhóflegu magni. Já. Og óhóflegt magni er ekki mikið, hjálpa mér ekki að ná markmiðunum mínum og þú veist, en ég skil alveg þá sem fá sér en frestiði bara eins lengi og ég getið sko. Já. En heilbrigt lífinni sko, og ég verð bara á góðum stað andlega og fjárhagslega, þarf ekki að hafa áhyggjur og líður vel í einskinni. Ég held að þessi var að fá að brenna einmitt þannig að ég er bara sko. Hvað segir þú? Ég held að þessi var að fá að brenna. Já, mestari. En er ekki líka að tala um að áfengi, þú veist, það er svona, þegar þú skilur ert búin að skemmta þér einu sinni með áfengi, þá er mér rétt að fara tilbaka. Já, nákvæmlega. Ég vil ekki vera teimstað sko.
ég get skemmt mér edru sko já. Og alveg stundum high on life og líka ástæð, þú veist, af hverju haldið að maður gubbi þegar maður drekkur mikið, það bara það líka minn vill ekki fá þetta skilji. Ekki síðast það? Jú. Þetta hérna já, gott með þetta. Hvað 829 delt með 5? Já, hver kom með þetta? Ég get sagt þér þetta á já, veitu, 829 það 829 165,8 Já, það rétt Kvotum með hana, kvotum með 1000 einhverja 1000 tölu og ég skal segja þér Þetta var hérna Ásmundur Hrafn Magnússon. Það? Já. Ok. Hvað 1629 delt með 4? Nei, með 5. Bara delt með 5. 1629. Já, delt með 5. Delt með 5. Ok. 325,8. Já. Þetta eitthvað tricks? Já. Þetta eitthvað svona sem þú lærir í Vestló. Ég bara var í tíma á síðastæður og bara sá þetta bara, já. En ef ég segi að 1111 deilt með 5 sé 222,2 þá getur verið að þið fattið þetta 1111 Já 222,2 Já Þetta flókið maður Er þetta eitthvað svona sinnum 2 og svo deilt með 10 Já deilt með 5 deilt með 5 það sinnum 1,50 og 1,50 2/10 sinnum 2 deilt með 10 Já, þannig að hugsa 820 hvað var það, 829 sinnum 2 eru 1600 og hvað eða fyrst deilt með 10 og sinnum 2 það skiptir ekki máli ok já, þannig að ég held að þú myndir ekki ná sko ef þetta var ekki, þú myndir ekki ná þessu það vissir ekki að það var nei, þetta er eins og í lífinu bara þetta snýst ekki bara að work hard heldur work smart já en ekki bara fara já, við erum eiginlega búin að fara í framtíðina framtíð og nútíð hvernig var í Vestló? þá bara, þú myndir segja okkur hans frá Vestló og hvernig var kost og galla bara Vestló var besta ár lífsmín sem ég gat til sko þó að þetta ár hafi líka verið gott en líka mjög slæmt fullt af frábæru fólki geggjaðir vinir, geggjað félagslíf góðir kennarar skemmtilegt umhverfi bara geggjaður skóli sko mælum með fyrir þá sem að pæla í 9. bekk og að fara í 10. og yngri sko að fara í Vestló ákvörðun sem hefur haft mjög jákvæð áhrif á lífið mitt einn besta ákvörðun sem ég hef tekið skrifa bókina, dúksaði halda fyrirlestrana allir vinnir, allt fólkið já, og þetta var bara geggjað sko ég var í góðum bekkjum og kynntist frábæri fólki eins og ég er búin að segja 2 fór í svona Nordplus verkefni fór til Svíþjóðar og Finnlands og Svíjanir og Finnar komið hinga 3 vikur, 1 vika í Finnlandi, Svíþjóð og svo hér og það undirbjó okkur fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum kynntist Svíum og Finnum og á bara vini í þessum löndum núna þannig að mæli með að taka þátt í svona ég tók þátt í félagslífinu en var ekki mikið að stjórna ég var í markaðsnefnd eitthvað smá á síðast ári og skrifaði einhverja annála fyrir bekkin en ekkert mikið meira en það nú að gera í körfunni og náminu og vinninni og sambandi og hinn og þessu sko en sko ekki fókusa of mikið á námið í FSU auðvitað sinniði og allt það ef þið viljið standa ykkur vel þá gerir það en líka félagslífi sko og félagslífi hjálpar bara sko já. Ef maður bara með loka inni heima hjá sér í herbygginu að læra sko þá er maður ekki að lifa lífinu sko en það eru líka margir sem sko, það eru margir sko, þeir sem særa aðra þeir sem dæma aðra, særa sjálfa sig dæma sjálfa sig ég var oft lendið í skilur, já þú hefur miklu meiri tíma en ég til þess að ná svona góðum einhvernum ég var í körfubolta, ég var nei, við höfum öll mikið tíma við höfum 24 klukkstundir þið hafið 24 klukkstundir í sólarhring eða ekki og ég líka
og allir, en það að segja að maður hafi ekki tíma það er ekki gild afsökun, af því að þú ræður hvernig þú nýtir tímaðinn, þú ræður hvort þú ætlar að gera þetta eða hitt. Þannig að, og svo líka, þú veist, ég fengi það frá, þú veist, stundum er fólki í kringu sem þú ert með og heldur að sést svona félagi eitthvað, þú veist, bara svona fake, af því að ég var lent í því, og já, þessi sem sagði að ég hefði lítinn tíma, þessi manneskja, hún henni leið ekki vel á þessum tíma sem hún sagði þetta við mig, maður sá það. Núna í dag, þá er hún alltaf önnur stað, líður vel, þá er hún byrjuð að rósa mér og koma með góð komment, fætti. Já. Að ef maður líður illa, þá dæmir maður aðra, ef maður líður vel, þá hvetur maður aðra. Ég er ennþá að fá skilur, ég sjálfur var svona með smá þingu eftir þetta þunglindi þingu, þegar ég var að fara að skrifa bókina að ég er nú bara 20 ára, hver er ég til að fara að skrifa eitthvað bók, skiljiði. Fór að efast sjálf mig, en svo fór ég bara að hugsa, ég tengi betur við þá sem er að lesa og ég kem með aðra hliðar og þú veist, ég fengi líka komment frá öðrum, ert ekki búin að pæla því að þú ert ekki einu svona búin með háskóla og þú veist ekki hvernig það er, og þú veist, þú dúksaði kannski í Vestlóen í félagsleginu fyrir fallingunni, hver er að halda fyrirlestur fyrir 600 manns, sorry, ég er ekki að reyna að móta með, en þeir sem dæma sjálf á sig, þeir sem særa aðra eru særðir, og ég ætla að segja, hvað sagði ég, já, það er enginn að fara að segja mér að háskóla, jú, meiri vinna, meiri tími, en það er enginn að fara að segja mér að gildi önnur lögmál í háskóla alveg eins og grunnskóla og mennskóla, kannski meira mennskóla, og ef ég ætti að gefa námsráð, bæta því við í einu orði, þá er það skilningur, skilja það sem maður læra. En með félagslífið í Vestló er menntaskóli, ekki fjölbraut eins og allir með FSU. Heldur að þú náttúrulega hefur ekki upplifað að vera í framhaldsskóla, en heldur að sé betur að vera í menntaskóla eða framhaldsskóla upp á félagslífið að gera? Mjög einstaklingsbundið eins og allt, sko. Þú veist, að maður er gæi sem langar að kynnast mörgum og er mjög opinn og bara kann ekki við að vera fastur með einum hópi, þó að maður var ekki alltaf bara með bekknum í Vestló, þá myndi ég alveg mæla með fjölbraut, en þú veist, bekkjarkerfi hendaði mér vel, mjög gaman í bekkjarkerfi og er samt líka mjög gaman að kynnast, þú veist, mörgu fólki. Það eru kostur og gallar eins og við allt, sko. Ég held að þetta sé bara, þú veist, ég get ekki dæmt fyrir alla, sko, en mæli klárlega með bekkjarkerfi, menntaskóla, eða veist, já. Hvernig heldur að samfélagsmiðlar hafi svona haft áhrif á félagslíf, og þú náttúrulega bara að lifa með samfélagsmiðlum, eða ekki eiginlega? Jú. Þannig frá þínu sjónarhorni kannski. Ég sko í 10. bekk þá eyddi ég Instagram og Snapchat þetta því mér leið svo illa með að vera á þessu, sko, þetta var svo eitthvað kjaftaði, en svo er ég komin á þetta núna og er notið þetta bara til að vaksa og koma mér á framfæri og bara geggja gaman, sko, og ég er búin að fá rós frá hinum og þessum, bara geggjaður, þú veist, dreifa í ákvæðni og fólk sem elskar þess að speki dagsin sem er með. Ég á líka eftir að followa ykkur á ykkar persónulega account á eftir að gera, en þú veist, samfélagsmiðlar gefa brenglaða mynd, sko. Við vorum að tala í tengslu við félagslífið. Já. Þú veist, ef maður er að pæla í lækum og followum og lætur, þær tölur hafa áhrif á sig, þá er maður ekki rétt stað, sko. Þú veist, það er bara einhver sálfræði líka baka þetta, sko. Af hverju er ein mynd sem ég er með 430 like og önnur með 180, þó mér finnst kannski myndin með 180 merkilegri, fæti. Ef maður hengir sig á þessu, þá verður maður að breyta til, sko. En þetta er bara glansmynd yfirleitt, flestir eru bara, já, geggja, líðum þetta geggja, ég er inn á Bali, svo líður illa, þunglindur, kvíðinn, þú veist. Þannig að svo líka bara stundum endalega stund okkur að filtera á þegar maður sér mannskinu alveg, það var allt öðruvísi, en félagslífi, sko,
þetta er einhvern veginn, getur verið allt annar heimur sko á þessum samfélagsmiðlum og hafa neikvæð áhrif á fólk sem að bera sér saman við aðra sko. Bill Gates sagði samt, þú veist, if you compare yourself to others you're insulting yourself sko, af því að við erum öll einstök, það engin eins, af hverju andskotanum að afsækja orðbræðin, bera sér saman við aðra og draga sér niður, þú veist, þú getur ekkert taktu þessa einstaklinga bara til fyrirmyndar og lítu upp til þeirra og bættu það í færi þínu sem þú vilt bæta og lærðu af öðrum hvort sem það er að læra hvað átt ekki að gera og hvað átt að gera, þú veist. Vertu bara sjálfur skilur á samfélagsmiðlum í raunveruleikanum. Ef maður er maður sjálfur þá þarf maður ekki að afsaka neitt sko. Já, en með þessar glansmyndir skilur þú veist, það er eitthvað svona ok, maður á að jáka þér alltaf lagi, en svo skilur svo talaðum að það séu allir með svona glansmyndir, allir svona fake skilur eitthvað, að það er svo gott skilur, en þú veist það sem talaðum líka að maður á ekki að vera neikvæður skilur, þannig þú veist þetta var að spesa einhvern veginn skilur, er fólk að feika þessi jákvætt og svo segir aldrei þessi neikvætt skilur, að þú veist, að því maður á ekki að segja maður þessi neikvætt, þetta er einhvern veginn svona já skilur, maður sér ekkert myndir af það er flott sko þegar fólk setur bara í vetur, ein vinkona mín setti sko, sagði bara, setti pistil eða posta á Instagram bara og sagði frá þunglindinu sínu og hún hefði verið í sjálfsvísauðlöfingum og eitthvað, þú veist, það er ekki margir sem þóra því að gera það sko. Mér finnst að það er að vera eðlilegt líka eins og við vorum að tala áðan, setja bara á Instagram, þú veist, já, mér leiði bara illa í vetur og maður gerir það yfirleitt ekki þegar manni líður illa því að þá sko ég skammaðist mín á þeim tíma fyrir að líða svona illa og vera á þessum stað, þú veist, ég gæinn sem átt að vera með alltaf hreinu eins og, þú veist, eitthvað en samt ekki, þú veist mér finnst að ég var eðlilegt að setja líka hvað ég segja, þú veist, maður setja þessa postinu líka þessa, þetta ok, já en þú veist, það er ekkert gaman að fylgjast með einhverju sem er bara hérna niðri, þú veist já en bara pæla í þessu sko já það þreytir eitthvað ég veit, þú veist, ég alveg þegar maður tekur podcast, það er bara já, þetta er þægilegt sko það er ekki snið að taka podcast klukkan 11 kannski það eru margir sem vakna klukkan svona 1 sko eða eitthvað já, nákvæmlega en þú veist, er eitthvað sem þú vilt koma á fráfæri, kannski tala um bókina þína já, þú veist, bara hvet fólk til að kaupa bókina því að ég kem inn á atriði sem nýtast öllum sko, hvort sem eru 8-10 ára eða 5 ára sko, þó að 5 ára séu kannski alveg komið með djúpa skilningin í þetta, en ég held að hún nýtist öllum 12 ára pluss sko, 11 jafnvel 10 einhverjum fylgist bara með, ég er að fara að hafa gjafaleik og veglegri vinningar en ef það er eitthvað eitt bara eins og við enda bókina á fyrirlestina, þú átt bara eitt líf, gera það sem þú vilt gera, ekki það sem aðri vilja gera, því að þá myndu komast nær því að lifa hamingjusömu lífi og elskaðu sjálfan þig, að þú getur ekki elskað aðra ef þú elskar ekki sjálfan þig, getur ekki gefið það sem þú ekki átt og njótum lífsins. Ég held það sko, lifi núinu, lífið er núið er lífið, þú veist, lífið er ekki neitt nema þetta andartak sinnum trilljón, briljón, skriljón, þannig ég held að ég vilji ganga hérna eftir þessi orð ef þið hafið ekkert meira að segja sko. Þetta er þessi brókur frábær lókor. Við setjum Instagramið þitt og þegar bókin kemur út þá setjum við Instagramið okkar Gekja, I like og já, það er bara hannig, þið getið fundið hann, ég er alltaf að segja saman Einar já, þetta, hann endurtekur alltaf allt sem við segja þetta hann þarf alltaf að síðast orðið. Nú ætlum ég bara að halda kæfti og lefa Einari að segja bless. Já, bless.